Komið í sæl, kæru hlustendur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 24. júlí 2026. Bitcoin í $64.022 og hjá mér sestur í annað sinn Magnús Karl Ásmundsson. Vertu velkomin, Magnús. Takk fyrir það. Takk fyrir að fá mig í annað sinn. Já, þetta var stórskemmtilegt spjall hjá okkur síðast og svolítið bara við svona snertum á mörgu sem hefði alveg verið gaman að kafa dýpra í en þá þetta verið margra klukkutíma þáttur, þannig að hugmyndi með þessum þætti, við erum nú búin að ræða hann svolítið, ekki reynda mjög mikið en að vera dálítið mikið fókuseraður á einn mann og hans ritverk og þetta eru bækur sem þú hefur lesið, ekki ég. Ég finnst það aðeins kynnt mér innihald þeirra. Ekki bulla hverju sem að þér. Já, svo ekki hverju sem ég treysti að GPT búin að svona veita mér svona nokkrar lykilupplýsingar. Þú GPT maður? Já, ég nota það mest, okay. En ég hef notað þetta allt, sko, ekki allt, en ég hef ekki notað Grok. Nei, ég mikil Grok maður, sko. Ég var tíma, það kom tímabil sem ég var GPT vera það mikið eftir á, ég var mikið að nota Gemini. Og en nú finnst mér bara sérstaklega með þessari 5,6 uppfærslu, sko. En maðurinn sem umræðir Nassim Taleb. Og ef við kannski byrjum bara á að þú segir okkur aðeins frá því hver þessi maður og af hverju skiptir hann máli? Já, auðvitað skipta allir menn máli samt. en mismikið svona í svona ákveðnu samhengi hlutana. Ég hugsa að Taleb sé, sko, hann hefur verið mikill áhrifavaldur í mínu lífi, myndi ég segja. Ég hef, eins og þú segir, lesið helstu ritverk hans og ég hugsa hann sé svona skólabókadæmi svona hetjuna sem þú vilt ekki endilega hitta. Hann svolítið, sko, umdeildur maður á X í dag. Hann gerir sig mjög breiðan og mikið fyrir það svona rakka menn niður og hann tekur mjög nærri sér, sko, ef að menn fara með einhverja fleipur og rángindi. En í grunninn hann tölfræðingur. Hann vann líka lengi vel sem fjárfestir á Wall Street og ennþá eitthvað með einhverja putta í sjóði sem heitir Universa, sem byggir svolítið á svona þeim hugmyndum sem eiga svona kannski sem helsta innblástur úr tölfræði þekkingu hans. En í dag hann kannski þekktastur fyrir ritstörf sín, fyrir bókaseríu sem heitir Incerto, sem held ég gríska fyrir nú það dottuð mér, uncertainty, óvissa. Og já, þannig það svo sem margt að segja hann, en í grunninn hann bara, ég held að hann myndi kalla sjálfa sig svona philosophical statistic. Statistist. Það með svona til að spurningu, sko, sem fyrir samhengi þessa þáttar. Hvernig hugsa maður skynsamlega í heimi þar sem framtíðin ófyrirsjáanleg og hvernig tekur maður þá ákvarðanir í heimi þar sem framtíðin ófyrirsjáanleg. Og sko, ég legg til að við ræðum 4 bækur. Ég var með 5 uppalega en eftir samtal mitt okkar þá var ég sammála að það þessar 4 bækur. Fooled by Randomness, The Black Swan, sem einmitt áhvert af því að eins og þú sagði mér að hann kemur með það hugtak og þetta hugtak sem nota mjög mikið í öllum fjárfestingarhlaðvörpum, sérstaklega mikið líka í kryptóhlaðvörpum, en án þess kannski allir gerir sig grein fyrir að hann bjóta hugtak til. Já, coina það eins og maður segir vist á ensku. Já. Einmitt. Og svo Anti-Fragile og Skin in the Game. Og áhvert kannski að sko taka fram sem mér finnst vera alveg nokkuð skemmtilegt í þessum þætti, sko, að ég raunin ekki búin að gera mér upp
neina skoðun á þessu manni. Nei. Ég held að það sé mjög mikilvægt að aðskilja mannin og hugmyndir hans í þessu tilviki sko. Já, það kann að vera en sko ég man þegar ég heyri þannig sem ég kynnist þessu manni fyrst mjög yfirborðskennt en þá að því að hann skrifar formálan í Bitcoin biblíunni ef svo máli komast The Bitcoin Standard 2018 sem fyrsta bóki sem ég las fyrsta bóki sem mjög margir lesa sem verða hrifnir af Bitcoin þannig að þú veist og svo pældi ég ekkert meiri í þessu manni en svona var alltaf bara já þetta er mikill Bitcoinir þessi maður í dag hann mjög langt frá því að vera Bitcoinir. Já, sko ég hugsað og í þessum þætti kannski ég full mikið að fara að tala fyrir hans hönd sem náttúrulega mjög dónalegt en ef ég ætti að setja mig í spór hans ég hugsa að myndi frekar lýsa sér sem sko þú veist anti-bitcoinist ég hugsa hann hafi óbeit á einhverjum þokulúra bitcoinerum en bitcoin sem tækni og fyrirbæri ekki eitthvað sem hann held ég sérstaklega á móti og þvert á móti sko að hugmyndina sem liggja til grundvallar bitcoin sem ákveðin svona dreifstýringar módel, þú ert ekki með þessa miðstýru seðlabanka sem gefa út þessa fiat-peninga, heldur ertu með í rauninni bara fullkomna eða því sem næst kemst fullkomna dreifstýringu á sem sagt bara miðlun og tilur gjaldmiðilsins. Ég hugsa í grunninn, þú veist, það rýmar að minnst að mjög vel við hugmyndir Talebs og það sérstaklega kannski þær hugmyndir sem hann viðrar upp í fyrst og næst í bókinni Anti-Fragile. Þar leggur hann fram svona hugmyndað fjárfestingarstrategíu sem kallast The Barbell Strategy og því má lýsa sem svona ósamhverfu lóði í ræktinni þar sem hún hleður rosa mikill þyngd öðrum megin og svo með mjög létt hinum megin sem vísar til þess að hann vill meina og þessi fjárfestingarsjóður sem hann hefur starfað hjá Universa að þar stór langstærstu hluti eignasafnsins í mjög öruggum eigum, alveg bara svona í fullkomlega öruggum eigum og svo taka lítinn hluta, kannski 10-15% í mjög stór veðmál sem hafa alla jafnan mjög stórt svona upside, svona mjög gott reward og helst eins lítið downside eða áhættu og hægt þannig að ég hugsa sko bara til þess að kannski leira þetta það því ég veit hann hefur farið mikinn á samfélagsmiðlum það þú veist að rakka niður marga bitcoinera en ég hugsa að afstæðans til bitcoin sé frekar svona lágstemt í kannski bestafalli. Já, sko hann skrifar grein 2001 sem hét eitthvað Bitcoin og eitthvað og hérna líka bara rammyndir heilsinni. Ég held að hérna ég hef ekki lesið allt eftir hann afstöðans til rammynda sko. Það sem það svona eins og það blasti við mér var að þetta maður sem held ég mjög skilalegt svona á þessum fyrstu stigum Bitcoin sögunar að hann verður svo hrifinn af þessu möguleika Bitcoin að verða dreifstýrður gjaldmiðl dreifstýrður alþjóðlegur stafræn gjaldmiðl svo þegar bara eitthvað veginn heimurinn virðist ætla Bitcoin allt annað hlutverk en það og satt best að segja þá vitum við ekki hvaða hlutverk heimurinn ætlar Bitcoin þetta gallari Bitcoinerar eru bara sannfærir að handafa hornið sé bara taka yfir gull sem eitthvað universal store value og svo eitthvað miklu meira en sannleikurinn bara sá, við vitum það ekki en það sem að tekur eftir með menn sko sem byrja að hrífast að Bitcoin út af þessu möguleika og sjá svo þetta sannarlega ekki hlutverk Bitcoin í dag Nei. Og samt það orðið 16 ára saga og ef eitthvað þá Bitcoin ánast að færast frá þessu hlutverki sko, að vera einhver svona medium of exchange gjaldmiðl sko greiðslumiðl að þá eitthvað svona það bara ok, þá engin tilgangur með þessu og svo
finnst mér hann og margir aðri gera að þeir á freka léttvægan hátt að mér finnst hafna gildi Bitcoin sem verðmætageymslu eða store value og benda bara á þetta sveifla svo mikið eða eitthvað sem mér finnst persónulega alveg fráleitt rök að því að sko jafnvel ef þú tekur 5.000 ára plus eign eins og gull sem með, þú veist, $30 trilljón markaðsvirði að þá meiri sér í því sko eru alveg, þú veist, þú þarft ekki að fara mjög langt til að sjá 50% sveiflur í gulli sko, þannig að hérna mér þau rök vera ég finn þau léttvæg allavega en sko Ég má skjóta inn í, við tölum það seinast, ég hafði svona orð að því þú veist, kannski svona nokkri hlutir sem að þurft að við huga, þú veist, ef að sín fólks svo að þetta eigi að verða þessi gjaldmiðl án landamæra, þetta verði svona alþjóðlegt store of value og ná einhver alveg fótfestu það eitt vandamál sem að ég pikkaði upp í undirbúningi fyrir podcasti, ég var að svona aðeins að endurkynna mér hugmyndir Talebs. Hann talar fyrirbæri sem kallast the minority rule og maður má spyrja sig hvers vegna virðist að stundum vera þannig að allt samfélagið gleypi við einhverju sem bara örfáir í raun og veru tala fyrir og hafa einhvern eldmóð fyrir. Eitt dæmi sem má nefna til dæmis ef þú fer í flugvél þá þau stundum bannað að borða hnetur af því einhver í flugvélinni bara getur ekki verið nálægt hnetum bara með hnetuofnæmi. Annað matardæmi svona kosher matur í Bandaríkjunum. Gyðingar í Bandaríkjunum sem eru bara smár minnihluti Bandaríkjamanna innan gæsalappa að þeim hefur tekist að koma því þannig fyrir að eiginlega öllum stöðum hægt að fá kosher mat þó svo að fyrir flest veitingahús þá eru gyðingar í algjörum minnihluta þeirra sem neyta matar. En málið með minority rule, þetta á sig líka skírskotun í alls konar kannski hugmyndafræði sem að telur sig að drottna í samfélaginu þessa dagana en á sama tíma hittir maður aldrei neitt sem talar kannski fyrir þeim málstað. Það bara einhver örsmár minnihluti sem trúir því en þá allt í einu fyrir samfélagi alltaf bregðast við og bara þjónkar við þeim sem að krefjast þessar hlutinni séu gerðir svona en ekki hins einn, jafnvel þó séu minnihluti og það vegna þess að þegar þú ert minnihluti með skin in the game og þú algjörlega neitar að samþykja að hlutir séu gerðir á ákveðin hátt, þú bara neitar að samþykja það að fara í flug ef flugið leyfir hnetur, þú algjörlega neitar því að fara á veitingahús ef veitingahúsi býður ekki upp á kosher mat, þú algjörlega neitar að eiga í greiðsluviðskiptum við fyrirtæki sem á rætur sinni rekja til Ísrael. Það alls konar svona fyrirbæri til, það sem að smár minnluti setur stólinn fyrir dyrnar og bara segir hingað ekki lengra og allir gangast í því. Það vegna þess að þú ert með þarna ákveðna ósamhverfu sem þú veist, flestum bara frekar sama. Ég hugsa að flestum sérun alveg sama hvort þið noti krónur eða evrur eða dollara eða bitcoin, bara svo lengi sem þau geta farið út í búð og keypt sér mjólk og fengið fastegnalán og gert alla þessar hluti, farið til útlanda og til tenni og gert allt þetta. Til þess að ná fram breytingum þá þarftu alla jafnan minnihluta sem samþykir ekkert annað en það að það sé gert svona og ekki á neitt annan hátt. Og það gæti verið pínu vandamál fyrir Bitcoin að því það kannski skortir ég veit ekki marga sem segja bara nei, ég ætla ekki að nota krónur, ég ætla ekki að nota dollara, ég ætla ekki að nota evrur, ég ætla bara að nota Bitcoin. Það engin þrýstingur á smálsölur eða stórfyrirtæki að stunda bara viðskipti Bitcoin. Þannig vandinn geti verið, þú veist, hvernig kemst maður á þann stað til þess að knýja fram þessar breytingar. Því Taleb talar það
að flestar svona samfélagslega breytingar þurfi og það bara gerist ekki út af því að meirihlutin berst svo harkalega fyrir því. Nei. Það alltaf örsmár minnihluti sem knýr í gegn eiginlega allar breytingar. Þetta er mjög áhverð, en ég held að sko, ég er nú bara taka þessa pælingu í fyrsta sinn sko, mér finnst það mjög góð pæling en það fyrsta sem ég hugsa þegar þú segir þetta er að ég held að stór hluta því sá að þeir sem eru að advokera fyrir Bitcoin þeirra markmið ekki að gera Bitcoin að greiðslumiðli hann að þú veist þetta orðið meira bara einhver fjáreign algjörlega fjárfestingareign En þetta var bara skemmtilegt intro, ég held að við hefum allavega ágætist tilfinningu eða betri tilfinningu með sko fyrir því hver þessi maður og ég hafði hugsað mér að það væri þá bara ekkert sérna á verðin en að byrja bara á bókunum taka bara Fooled by Randomness og mér finnst það sem ég sko þegar ég fór að eins og ég segi, þú veist nú hvernig þetta þegar maður að þú kannski gert eitthvað í menntaskóla eða eitthvað þú har ekki mikinn tíma til að þú gast ekki lesi bók en fekk svona stuttan útrátt sko, en maður fær ágætis en fyrst ég sé að sko mér finnst það allt eiga mjög mikið erindi við þá sem að fjárfesta og tala nú ekki í kryptó sko algjörlega þannig að ef við byrjum á Fooled by Randomness og bara til að bæta hana með það sko svona hversu relevant þetta fyrir fjárfesta í rauninni má lýsa bara þessari bókaserju sem útvíkkun á bara prinsipum og lögmálum og hegðun sem hann sá á fjármálamarkaði og hann útvíkkar bara út fyrir þú veist, líka lífið og hvernig þú getur beitt þessum reglum og kennisetningum á þitt persónulega líf, á starfsferðin, á stofnunina í samfélaginu en 100% á þetta allt bara mjög sterka og ríka skírskotun í fjárfestingar. Og það sem skemmtilegt í bókinni Fooled by Randomness sem fyrsta bókin í þessari serju að þú veist, þar rauninni leggur hann bara svona grunninn í rauninni að má segja, sinni filosófíu ef svo má komast. Mér finnst allar nálganir hans vera að minna einhver sko hugmyndafræði og filosófía hann bara að nota tölfræðileg tól á réttan hátt til þess að lýsa fyrirbærum í lífinu bara á réttan hátt. Og það sem að Taleb bendir á réttilega í bókinni Fooled by Randomness að mér finnst alltaf gaman að íslenska þessa titla því að antifragile íslenska örugglega með bestu þýðinguna orðinu antifragile sem brotbætt því antifragile andstæðan við brothætt eða fragile en Fooled by Randomness væri þá slembni skynvilla sem að við öll erum með og Fooled by Randomness hugtak sem lýsi því rauninni bara að við mannfólkið við vanmetum þátt bara slembni og lukku og bara tilviljana og skrifum yfirleitt allt á einhverja skýringar sem yfirleitt bara koma eftir á og í rauninni sko leikur slembni og lukka miklu stærri þátt í lífi okkar og bara hvernig samfélagið uppbyggt og árangri fólks sérstaklega ógnvænlegum eða geigvænlegum árangri þú veist þegar þú ert með einhverja milljarðamæringa hann vill meina að margt af því skrifist á heppni þó svo getur komið einhverja lógíska útskýringu eftir á hvernig þetta gerðist þá margt af þessu bara fall af heppni eitt svona kannski stuðandi dæmi ef ég myndi með spyrja þig Warren Buffett sem nú bara einn farsælasti fjárfestir allra tíma og ég nú ekki farið yfir alla ársreikningana hjá Berkshire Hathaway sem að hann stýrði í marga áratugi en ég gef mér að skilja bara ár eftir ár eftir ár ársfjórðung eftir ársfjórðung eftir ársfjórðung var bara mjög glæst framistað hjá þessum sjóði þeim hefur bara gengið mjög vel að fjárfesta og stækka fjármagnið sitt og það eru örugglega hundruð ef ekki þúsundir manna sem orðið milljónamæringar og milljarðamæringar að fjárfesta í félagi hans
Warren Buffett góður fjárfestir? Mér finnst alltaf frekar erfitt að svara því neitandi, sko. Ok, hann bara heppinn? Mér finnst nú frá minni þekkingu á tölfræði og líkindum sem eflaust lítil í samanburði við Taleb, en ég held hún sé ágætt í samanburði við marga, þá held ég yfir svona stórt úrtak. Manni finnst það mjög ólíklegt. Og í rauninni bara sálfræðimanns segir bara nei. Þú veist, það ómögulegt. En það dæmi sem að Taleb kemur með, og Taleb ekki að fullyrða að Warren Buffett sé bara heppinn, bara svo það sitt ekki skýrt fram. En bara sem dæmi. Hverja heldur þú að líkurnar sé á því að kasta pening 33 sinnum í röð og hann lendir alltaf á skjaldamerkinu? Það bara hálfur í 33. veldi. Hefur einhverja tilfinningu fyrir því hversu ólíklegt það er? Já, ég hef alveg leikið mér að svona tölfræð alveg, ekki alveg upp í 33, en ég hef leikið mér alveg upp í 16 og sé hvað það verður. Þetta er 1 á móti 8,6 milljörðum. Já. Og ef að þú hefði nægan tíma að ef þú kastaðir pening í 12 milljarði skipta, þá eru meira en 50% líkur af því að einhver tíman náðu 33 í röð. Hins vegar, ef þú tækir 8,6 milljarði manna sem aðeins fleiri heldur en fjöldi heimsins og myndir láta alla keppa á móti hverjum öðrum, skjaldamerki vinnur, fiskarnir tapa. Á endanum þá einhver sem vinnur þann leik. Og það bara út frá því hvernig leikurinn uppbyggður. Þannig alveg sama hversu miklar eða litla líkur eru, með nógu marga spilara, að þá mun einhver kasta 33 röð. Þú veist, þú þarft ekki þessa 12 milljarði endurtekninga. Gerist bara, þú þarf bara 33 umferðir. Getur gert þetta á korteri, 10 mínútum. Punkturinn bara sá að fjármálamarkaðir í einhverjum skilningi eru bara peningakast. Ég meina, þú veist ekkert hvort að Bitcoin fari upp á morgun eða niður. Þú veist ekki hvar Bitcoin verður eftir 5 ár eða 10 ár eða 20 ár. Það sama við allar fjármálalegar eigur. Og þú veist, ég veit við viljum kannski taka þetta svona bók fyrir bók, en þú veist Mér langar bara að skjóta þess inn í að því að þú veist svona svolítið eins og þú matreiðir þetta, þá rosalega, þú veist, allar fullyrðingar sem þú ert að koma með eru óumdeilanlega réttar. En þú veist, ef maður myndi segja Taleb, eða segja við Taleb, spyrja hann, þú veist, ok, en ég meina gott og vel, þetta alveg rétt sem hún segir og það rétt, engin veit hvort SpaceX verður upp eða niður á morgun eða Bitcoin eða jável eftir viku eða mánu eða hvað en þú veist, en eins og með mann eins og, segjum Musk eða segjum Jeff Bezos, eða tökum Jeff Bezos sem dæmi, þú veist, hann að veðja bara mjög snemma á internetið og hann veðjaði rétt. Já, hann veðjaði rétt, en punkturinn minn spurningin minn kannski þessi, í alvörunni, þú veist, að því fyrir mér allavega það þyrfti allavega eitthvað verulega svona sannfærandi rök til að fá mig til að segja að Jeff Bezos væri bara heppinn. Ég geta hins vegar 110% fallist á og það bara mín filosófía í lífinu að það alveg sama hversu kláru það alveg sama hversu góðar forsendur þú ert með, bara tökum sem dæmi, breytum þessu en líka bara, ég hugsa Bezos og Musk og Buffett myndu allir líka segja ég þurfti líka gífurlega heppn 100% og ég alveg sammála því punkturinn alls ekki bara þeir eru bara heppnir en þú veist Jeff Bezos og Elon Musk ég þekki sögu Musk aðeins betur þeir hafa oft verið nálægt í að ríða til falls. Það var alls ekkert útséð að Tesla hefði lifað af. Ég meina, hann talaði nú að ég hlusta á hann einhvern tala þegar hann fór bara til Apple
fyrir mörgum árum og var komin í svo slæm mál að hann bara grátt baða á eða að kaupa sér fyrir eitthvað slik og þeir Jobs bjarga honum bara og hérna en allavega í þetta skipti sagði hann sko að þeir hefðu bara vísa honum á dyr sko. Já. En punkturinn sá, ef við færum okkur aftur að dæminum Buffett, þú veist, það svona aðeins meira, þú veist, hann bara að vinna á fjármálamörkum, hann ekki að byggja upp fyrirtæki og þú veist, já, hann ekki að leiða fyrirtæki sem framkvæmdastjóri og skipta sér að framleiðslulínum og öllu þessu og arkitekta það eins og kannski Bezos og Musk þeir eru meiri frumkvölar heldur en bara fjárfestar og svo þeir fjárfestelust sjálfur líka. Með Buffett að ef maður ímynda sér hvað hafa orðið mörg peningaköst á fjármálamörkuðum í gegnum tíðina og hvað hafa verið margir þáttakendur og að þessu tvennu gefnu ertu líklegur til að enda með einhvern sem disproportionately bara mjög heppinn og líklega það staðan. Það er ekki dómur það hversu heppnir þeir eru eða hvort þeir eigi þetta skilið eða ekki af því það sem fólk fattar ofta ekki að þú veist, þú horfir á Wall Street þú sérð bara peningana og háhísinn og vonasjóðuna og allan peningin sem allir að græða og fréttirnir það en eins og Taleb bendir á að bak við Wall Street risastór kirkjugarður þeirra sem töpuðu öllu og engin veit fyrir en dæmi klárast sko en það gæti sannarlega eitthvað komið fyrir á næstu árum og allur peningurinn sem Berkshire Hathaway ávakstaði yfir 50 ár gæti föðrað upp á einu miðdegi og það hefur oft gerst þannig þú veist, það eru alls konar svona skynvillur þú veist að því punkturinn bara sá við horfum á Buffett og við segjum í okkar heila, í okkar sálfræði auðvitað, hann bara ótrúlega hæfileikaríkur, hann bara geggja góð greinandi hann vann þetta bara sér innskilur bara á hnefanum það auðvitað satt að einhverju leiti það ekki hver sem getur orðið Warren Buffett skilur en hann líka heppinn og við sjáum ofta ekki hversu stóran þátt heppnin spilar í útkomum í samfélaginu og við sjáum ofta ekki líka sko grafreitin sem liggur á baki árangurs manna vegna þess að á undan þeim kom fullt af fjárfestum sem glötuðu svo öllu á bara einu slæmu betti sko sama fyrirbæri sést í bóksölu ég hugsa að sé enginn sem myndi fullera það að bara bestu rithöfundarnir ná á New York Times bestseller list það gífurlegt fall af heppni sem spilar inn í þú hittir á einhvern réttan framleiðanda, einhvern sem til að taka upp á sína arma, til að gefa bókininni séns, tekur sko risk með því að leyfa þér að gefa út bókinu, hann veit ekki hvað þú seljast svo bara búm, þú allt í að selja 90% af öllum bókum í þessari þessum bókaflokki skilur við. Nei, ég meina, mér líka að því að þegar á erindi við, þá mér gaman að koma honum á. Mér finnst það algjörlega passa við þetta. Elvis Presley mjög góð birtingamynd að þessu. Af því að, sko, ég held að flestir myndu fallast á að hann var gríðalega hæfileikaríkur. En hann var mjög meðvitaður sjálfur, hvað hann var einmitt heppinn. Hann sagði, ég var á réttum stað, ég var á réttum tíma, hlutir eitthvað veginn röðust bara upp ótrúlega fyrir mér og hann talaði svo ítrekkað hann sagði, ég hef sko séð svo ótrúlegt bara ótrúlegan sjó af hæfileikaríku fólki, hæfileikaríkum söngurum, hæfileikaríkum skemmtikröftum sem for whatever reason hlutinni gengur bara ekki upp hjá þeim sko. Og það fær mig svolítið til að trúa á bara að stundum, kannski minna Wall Street, ég veit það ekki, en ég trú eins og með hans sög að þetta brennlega verið ykkur örlög, en að því að annars finnst mér til að vera svo ótrúlegt, sko, en þú veist, ég held að punkturinn einmitt,
þú veist, mér finnst mjög fráhrindandi þegar einmitt maður kynnist einhvern sem hefur notið gríðlega velgengni og þú bara heppin já sko, nei segja, ég er að segja ef hann ber sig þannig að hann hafi ekki verið neitt heppin, þú veist, fattar hvað er að fara já, skilur þú veist, það var maður bara snókið að því að þú veist, jafnvel ef það væri tilfelli sem ég held bara lífi virkið þannig að því að þú tökum það þú getur verið á okkur trajektori að vera LeBron James skiluru og eins og það var einn á svipum tíma sem lendir í því fyrir algjöra slísni, hann var ekki targetið eða neitt, lendir í skotára og svo drepinn þegar hann sko í high school og menn voru að tala um að það var hann og LeBron James sko, skiluru þannig að nei fyrir ekki, það var hann og Jordan sákur, en með LeBron það var annað sem lendir svo í meiðslum sem bara endur hann. Punkturinn þú veist, það og þess vegna held ég þetta hugtak expected value, skiluru, sem mætti ákvað því sem vænt virði eða eitthvað vænt gildi, sem því að þú veist, ef við bara setjum því ofur einfalda myndlingu, ef ég er að kasta tening og þú ætlar að sexfalda ef ég hittir rétt á rétta tölu og það er þá bara break-even value og þú segir, ég skal gefa það 2 tölur, gefa 5 og 6 en þú sexfaldar samt pening, þá alltaf er komið svakalega gott expected value, ég þarf samt að vera svo heppin til að fá 5 eða 6, það er bara einn á móti 3 að ég fái það, þannig að þetta var gott bett hjá mér, það var gott value í bettinu að ég fekk þetta tækifæri, en það þarf samt, og meiri sé að þú fær að vera með allar tölur og tennur nema kannski bara eina tölu, þá áttu samt að vera heppin að þó lendi ekki henni, sko. Þannig að þú veist, ég held að sé alveg sama hversu, að því að ég þú veist, ef ég ætti að draga ályktun manni sem Warren Buffett að hann hefur haft einhverjar aðferðir, einhverjar forsendur, einhverjar til að vera að gera gott mót, en enga síður, þá er alltaf eins og bara kannski bók sem komin tíma fyrir næst í ef þú ert að vera mettum með þessa, sem þá Black Swan, sko, að þú veist, jafnvel slíkur atburður, einhverju Black Swan event, hann getur eðalagt þig, jafnvel þóttu eitthvað veginn, gerður allt rétt, sko. Algjörlega. Og að því að þú nefndir í upphafi, þú veist, hann sagði að þú vilt vera með meiri hlutin í algjörlega örugum eignum og þá einmitt fyrst sem ég hugsaði eru slíkar eignir til? Náttúrulega sko, þú veist, tæknilega séð engin eign algjörlega örug. Þú veist, þú fara út í alls konar fimmleika bara, þú veist, það kemur bara Lofsteinn og já, eða bara geimur á rás eða kjarnorkustyrjöld eða eitthvað, skilurðu. Við göngum í ESB, eitthvað svona hræðilegt, skilur nei, bara þú veist, það getur alls konar gerst sem að engan óraði fyrir en sko ég hugsa líka sko þetta allt líka mjög delicate og við vorum aðeins að ræða það áður við störtum podcasti að þú veist, ég myndi seint saka Taleb að vera sko ideológ. Hann ekki hugmyndafræðilega svona captured. Þú veist, þetta á sér allt sko blæbrigði og undantekningar og þetta lesist ekki sem bara, þú veist, Warren Buffett bara heppin. Og ég hugsa, við séum alveg búin að ítreka það nóg, sko. Það sem skiptir meira máli að við sem, þú veist, við erum bara að horfa á heiminn og sjáum alls konar útkomur og það krefst ákveðnar auðmýktar að viðurkenna að þú veist ekki hvers vegna þetta gerðist, þú veist ekki hversu heppin eða óheppin viðkomandi var að lenda á þeim stað sem hann lendi á. Sumir eiga það fullkomlega skilið, aðrir voru bara drullu óheppnir eða drullu heppnir og allt þar á milli. Það bara grundvallar vanmat í okkar bara hugbúnaði eða vélabúnaði öllu heldur, heilanum, sem bara gerir það verkum. Við búum til afsakanir og útskýringar eftir á. Það virkar allt mjög rökrétt og svona samhengisfullt eftir að hlutinni gerast, en í raun og veru þú veist ekkert hvað spilaði inn í til þess að framkalla þær útkomur sem komu sem svo hlut gerðust og það á sér auðvitað skilskotun bæði bara í, þú veist, hvernig þú kýst að haga lífiðinu og hvernig þú kýst að haga þínum fjárfestingum. Nei, ég meni, þú veist, ég tek alveg eftir þessu, þú veist, þegar ég svona er að komir inn í þetta Bitcoin umhverfi á sínum tíma, 2019 og þú veist,
Ég veit ekki, ég var með rosa stjörnur í augunum svona fyrir þessa Bitcoin þú veist, pioneer sko og ég er ekkert að segja að þeir hafi ekki átt það skiluru, en þú veist, mér fannst að vera rosalega mikið svona contrarian thinking samfélag sem einhvern var búið að spotta eitthvað sem in hindsight var obvious en að þeir voru það klárir að þeir, fyrir þeim var þetta obvious, var þetta augljóst sko fyrirfram, ekki eftir á. En svo ég myndi, þú veist dómurinn er líka ekki fallinn sko, ég meina þetta eru bara 16 ár sko. Já, en sko bæði það, en líka bara, þú veist að því að samkvæmt þessu, ég meina, þú veist, þá tala þú veist, heimurinn hefði alveg getað spilast þannig út að það hefði ekkert farið aftur á flug, skilja, þú hefði keypt heiminn hérna eins og Dr. Strange í Marvel sko, einhverjum endalusum útgáfum þú veist, þá er þetta blasað við að það hefði ekki verið hverju einustu útgáfu bara að Bitcoin og krypto fer upp eftir 2018, skiluru, þannig að þú veist það er líka það sko, þá allt í innu hérna, ef ég hefði ekkert verið í krypto eða neitt skilur og svo kynst þessum önnum búin að tapa öllu skiluru, það hefði verið bara því líkir lunatics, því líkir bjánar sko, þannig að þú veist, mér finnst það svolítið áhugavert í þessu sko, að hérna, en þú komst með þetta líkilorð, bara maður þarf að sína þetta alveg auðmýgt, bæði ekki að vera sjálfur sér og öðrum í þessu, er að þú veist, ekki stundum vera ofharðið sjálfaði þegar illa gengur, skilu, auðvitað reynir maður að læra eitthvað dragnum lærdóm að því og reynir eitthvað að þú veist, gera betur framvegis, en hérna, og að samaskapi þegar vel gengur, að þú veist, vera líka með svona held í auðmýgt, þú mátt alveg vera ánægð með sjálfaði sko, og stoltur, en líka svolítið að muna að hérna, þú veist, vera með þakklæti sko, að því að hlutinir, þú hefði getið gert allt að nákvæmlega sama, fengi alltaf þar útkomu 100%. En finnst þér tímabært að fara í Black Swan? Ég meina, Black Swan er náttúrulega bara, þú veist, svarti svanir, það er kannski einfaldasti bókatitillinn til þess að þýða, að hérna, að það er fyrirbæri sem að Taleb tekur eftir að gerist á fjármálamörkuðum og það spila svolítið inn í svipaðan bías að sko, svarti svanir eru svona jaðartilfelli sem eru talin þá mjög ólíkleg en hafa alveg geigvænleg áhrif. Bæði verið jákvæð og neikvæð áhrif. Það er ekki bara neikvæði svarti svanir, það er líka jákvæði svarti svanir. Til dæmis bara internetbyltingin er til dæmis bara, það gæti enginn séð fyrir þá byltingu. Jafnvel þó svo að tæknin per se var til á einhverju frumstigi, sko. Það gæti enginn séð fyrir sér hvað var að fara að gerast þegar internetið kom svo tröllreið yfir heimsbyðina. Þannig, þú veist, þetta eru oft svona fordæmalausir atburðir, en þó ekki bara fordæmalausir og þeir hafa þessi geigvænlegu áhrif en þeir eiga einmitt það sameiginlegt að eftir á eru þeir svo augljósir. Og það maður hugsaður óndilega tvennt sem ég hugsa mjög mikið með samingi, fjármálakreppan 2008 einmitt, og maðurinn allir af hverju það gerðist og einmitt, ég hugsa Michael Burry og The Big Short einmitt, af því að í Big Short sem er frábær mynd, bara ótrúlega skemmtileg mynd, klálega eina mínum uppáhalds, hún er bara geggjuð og þar einmitt er þetta sko narratífið er svo rosalega skýrt ef þú hefðir haft metnaðinn og kannski auðmýktina til að samþykja að hérna, hlutir gætu verið að þá var þetta svo augljóst, það er að segja narratíf sem myndin sýnir er bara Michael Burry vann einhver ákveðna heimavinnu með einhverjum hérna interns á hérna í hérna förminu sínu og þeir komast alveg nokkra mánuði fram í tíman að því að það er algjörlega óhjákvæmilegt að allt sé að fara að hrynja og myndin bara nærmanni hann að maður er bara ok, wow, þetta var svo augljóst sko. En það fyndi samt að því sko sagt myndinni, ég þekki ekki raunsöguna, ég veit hún er bæði svona stránglega og lauslega byggð á raunveruleikanum, það eru einhverju þræðir í þessu sem eru algjörlega eins og gerðist í raun og veru, eins og er svona pínu artistic freedom blandað inn í, allan í myndinni Burry var læknir, hefði aldrei hætt læknastörfum, þá hefði hann aldrei séð þetta fyrir og hérna og svo náttúrulega er geggjuð senan það sem að Ryan Gosling, sem var held ég ekki til í alvörunni, en sýnir samt líka sko slemnina í þessu öllu, er að hann rampaði bara á vittlausa menn
og rambaði bara einmitt akkurat á einhverju svona contrarian nöttara bara hötuðu Wall Street og langaði svo mikið að það væri rétt þannig að þú veist, það er líka drullu mikil tilviljun í þessu öllu ég meina að bara, veist, og alls konar svona viðburðir líka bara í mannkynssögnu bara ef þessi gæi hefði bara vaknað einn daginn og verið bara með þú veist, bara ælupest og hefði ekki, þú veist þá hefði kannski Lincoln aldrei verið skotinn þarna í leikhúsinu og John Wilkes Booth hefði bara vaknað bara með ælupest það er alls konar svona bara einhverja tilvílanir en sko í Black Swan og þú veist náttúrulega annar svartur svanur við tölum internetið er náttúrulega fjármálakreppan 2008 það er kannski ekki gott að segja að það hafi allt verið bara einhver tilviljun en það er ekki allt bara í heiminum random og oft eru þessar eftiráskýringar líka alveg rökrænar en punkturinn er sá að sko við megum ekki láta glepjast af því að geta skýrt hlutin eftir á að það túlkist svo yfir í það að við getum þá spáð fyrir sambærilega hluti í framtíðinni það virka bara í aðra áttina, ekki hina. Það að þú getur fullkomlega útskýrt fjármálakreppuna sem er eflaust bara hægt að gera. Við vitum bara tæknilega hvers vegna sú kreppa varð. Það þýðir ekki að við séum eitthvað betur stakk búin til þess að spá fyrir næstu kreppu, en það sennilega verður hún ekki af sama meiði. Það er eitt svona hugtak sem að Taleb talar í Black Swan og hann ber saman tvö svona ímyndu lönd. Eitt heitir Mediocristan og hitt heitir Extremistan eða meðalland og öfgaland. Og það er ákveðin fyrirbæri í okkar lífi sem tilheyra hvoru landinu. Þú tekur sem sagt til dæmis hæð fólks eða þyngd fólks eða hversu margar kaloríur þú innbyrir á hverjum degi. Það er engin mæling á hæð nokkurs einstaklings sem mun breyta meðaltalinu á hæð þjóðarinnar. Meðal íslenska karlmanna, ég held að meðalhæðin sé 1,80 cirka bát. Það myndi ekki einu sem skipta máli þó svo að einn daginn myndi fæðast 500 metra risi. Það hefði engin áhrif á meðalhæð karla. Af því hún er bara svo bestfælist bara svona fullkomlega normaldreif. Og þráttur að Ísland sé mjög lítið samfélag myndi það samt örugglega ekki... Það myndi ekki hafa neina áhrif. Og það er vegna þess að hæð tilheyrir bara þessum meðallandsheimi, það sem meðaltalið í rauninni er fullnægjandi til þess að skýra alla dreifinguna. Þú bara með normaldreifingu, bara í laginu eins og bjalla, og einu tölfræðilegu upplýsingarna sem þú þarft er meðaltal og kannski staðalfrávik sem segir bara til það hversu svona vítt eða nálægt meðaltalinu flestir eru. Sama við þyngd. Ef að einn Íslendingur myndi mælast 400 kíló, það hefði engin áhrif á meðalþyngd þjóðarinnar. Ekki nein áhrif. En hins vegar hlutir eins og auður, bóksölur, laun, tækniframfarir og annað slíkt. Ein mæling þar getur haft mjög mikil áhrif á meðaltalið og hreyft gífurlega við því. Og þessi hluti tilheyra Extremistan. Þú getur verið einhver intern hjá Warren Buffett eða Michael Burry og þú getur verið að vinna þér inn þú ert kannski með 5% ávöxtun á þessum ársfjórðungi og 5% ávöxtun á þessum ársfjórðungi og 6 og svo 7 og bara rock solid bara performance yfir árið. Þú getur bara mjög consistent bara ég er bara með meðaltals ávöxtun bara 12% á ári í 20 ár. Svo kemur bara einhver fjármálaviðburður, það verður bara árás og Hormúzsundið lokast eða það verður innrás í Úkraínu og þú ert að stunda ykkur afleiðu viðskipti með olíu eða
eða úkrænska mold eða einhverja aðra fjáreign sem að þú ert að gíra þig eitthvað á og þú getur tapað öllu eignasafninu á einum degi. Þú getur tapað meira á einum degi heldur þú þénaðir í 20 ár, í 50 ár, í 100 ár. Og það er bara mörg dæmi þetta, það sem bara heilu samstæðunar falla og taka á sig skell sem er stærri heldur en heildar hagnaður félagsins bara í sögu félagsins, skilur við. Og þessir hlutir tilheyra sem sagt extremistan eða hérna öfgalandinu. Og það eru og það er á þessum sviðum það sem þú þarft svolítið að brýna þig fyrir þessum svörtu svönum og svona teikið hans Talebs á svarta svani er að þeir eru ófyrirsjáanlegir, þeir eru yfirleitt fordæmalausir, þeir hafa gífurleg áhrif, oft bara á heimsvísu, getur jákvæð en neikvæð. Þannig hvernig bregstu við því þegar þú ert að fjárfesta og ert að taka ykkur bett á framtíðina? Eitt er þetta barbell strategy sem við töluðum að vera með stóran hluta eignasafnsins í öruggum eigum og smærri hluta í einhverjum optionum og það sem þú ert að taka ykkur bets. En það sem þú vilt í grunninn gera sem er svo næsta bókinans, Anti-Fragile, er að þú vilt gera eignasafnið þitt brotbætt sem þýðir það að þegar þú ert með óstöðuleika á fjármálamörkuðum þá viltu njóta hags af því. Þannig að þú vilt í rauninni bara limitera downside-ið sama hvað gerist og yfirleitt er þetta í formið þess að þú ert þá að shorta og ert þá kannski í mörg ár bara að borga tryggingar eins og Michael Burry gerði Big Short. Hann var alltaf að borga í hverju mánuði bara gífulega háa fjárhæðir og það er hækkuðu og það er rauninni bara trygging ef að þessi fjáreign fer á hvolf og svo gerist eitthvað á mörkuðum og þú ert búin að borga bara smá passaði bara að þetta sé bara smá hlut eignasafninu þannig að þú ert svona controller að damageið svo fer allt í fjandans og þá rýkur upp eignin og þetta rauninni bara er svona í mjög stuttu máli svona fjárfestingafílósófía Talebs að vera með bara radical extreme upside limited downside en svo stærstu hluti eignana í bara extreme safety eins öruggu stöffi og getur. Og hvaða eignir, er það fasteignir eða ríkisskuldabréf Bandaríkjanna? Af því nú er það var hann Jamie... Ég þekki ekki eignasafnir til hlítar sko. Jamie Dimon var held ég að tala að honum, hann var fann að hafa meira ágjur af bandarísku ríkisskuldabréfum sem dæmi sko. Já, en ég geti ímyndað mér að þetta er örugglega einhver blanda af kassi, af gulli, af ríkisskuldabréfum og einhverjum iðnuðum eða eignum sem þeir telja bara vera long term essential goods sem bara eru ekki að fara að hríðfalla í verði. Einmitt. Sko ef við tökum núna því mér langar svo að ná að fara allavega þó ekki verið nefnum bara svona stutt yfir næstu tvær, Anti-Fragile og Skin in the Game og svo sko enda þetta svolítið á að burtséð frá því hvaða skoðanir hann hefur viðrað gafart Bitcoin á síðustu árum, bara ef við tökum hann út fyrir svega í þessu og bara heimfærum þessa speki sem er að koma, þessar upplýsingar sem er að koma fram í þessum bókum yfir á Bitcoin og reyna eitthvað að svara spurningunni samkvæmt þessu á Bitcoin heima í eignasafni, til dæmis eins og að lýsa í þessu barbellstrati, á það heima í þessum 10-15% sennilega á það heima í þessum allra örgustegnum eða á það hreinlega bara ekki heima yfir höfuð. Ef við förum aðeins Anti-Fragile og Skin in the Game Anti-Fragile, ég meina íslenskan er að sína yfirbyrðu sína brotbætt er bara fullkomin lýsing á því fyrirbæri og til þess að skýra það eins betur, ég meina ef þú ert að senda postulíns glös í póstinum
þá merkir það sem brothætt og þú skrifar sem lýsingu bara vinsanlegast bara meðhöndlið af ítrustu varkárni má ekki hrista þetta það má ekkert koma fyrir þetta brotbætt rauninni bara að því þú getur skilgreint brothættu eða fragility bara starffræðilega, það bara fyrirbæri sem að líkar ekki við volatility eða óstöðuleika þessum má lýsa starffræðilega og Taleb spurði sig bara, ég meina hver þá andhverfa þess og það ekki eitthvað sem að robust eða seikt eða stert eða durable af því alveg sama hvort þú mishöndlir það eða ekki brotbætt væri þú sendir eitthvað í pakkan og segir bara níðast eins fucking mikið á svo hægt þá verður bara innihaldið miklu betra þegar koma á áfangastað þannig að það brotbætt og hann brýnir fyrir manni þú veist að þetta alltaf líka skírskotun í svona manns persónulega líf líka að maður hann að lifa lífið sinu þannig að þegar áföllin dynja að þá styrkist maður þá þjappast fjölskyldan saman og huggar hvert annað og styrkir sína raðir og sín bönd það brotbætt þess að geta áföll verið þegar hólminu komið bætandi og heilandi fyrir fólk og fjölskyldur þú ættir að reyna að hafa þannig að ef þú missir vinnuna að þá hefuru jafnvel mörg önnur tækifæri og björg að leita til að það sé ekki ávísun bara á heimsenda fyrir þig og það sama við stofnanir og samfélög að Taleb talar það bæði í Blackstone og í öðrum bókum að þú getur ekki og ættir ekki að reyna að draga úr óstöðuleikanum sem raunveruleikin býður óhjákvæmilega upp á það að tala þetta í stjórnmálum við viljum stöðuleika, við viljum efnahagslegan stöðuleika, við viljum stöðgengi og stöðuga stýrivexti og stöðuga verðbólgu. Það rauninni ekki það sem þú vilt. Óstöðuleiki fullkomlega ófyrirsjáanlegur. Það eru bæði svartir svanir en líka bara minni truflanir sem þú veist ekkert hvað áhrif munu hafa. Þú getur ekki ákveðið bara heimurinn eigi að verða bara stöðugur. Hann það ekki. Þannig svarið við því að verða brotbættur að óstöðuleiki styrki kerfi og geri þau betri og eru til þá anti-fragile assets þú veist, brotbættar eignir nú heldur spurning sem ég spyr er Bitcoin anti-fragile eign og ég veit ekki hvernig ég myndi svara því ég myndi svara að hún hönnuð að einhver leiti til þess að vera það en sagan ekkit endilega skýr vitnisburður það sem við myndum segja að sagan væri einmitt vitnisburður og væri það ekki sko, ég meina, þú veist, hún brotbætt að því leitinu til að sko nema okkur takist að bara leysa dulkóðun bara starffræðilega, þessi bara hægt að auðveldlega afrita það allt skiluru að þá Bitcoin sennilega alveg tiltölulega brotbætt vara, ég meina maður getur ímynda sér ýmiskonar á, sko að því núna Bitcoin orðin pínu svona fjáreign þá sveiflast hún svolítið með markaðinum og ég þekki ekki alveg það samhengi allt sko en ég hugsa svolítið með þess að núna þegar fólk ekki fjár mikið að þá leitar mun minni peningu til Bitcoin kannski disproportionately heldur en annara fólk færi sig í einhverja svona meiri safe assets á markanum ef það dregur það ekki brút sem lausafé sko. Það alveg, en skítinni að sumir eru með þá þær vangaveltur og segja einhver merki að við sé stundum með þetta en þetta allt mjög veik þannig ég vil ekkert fullera en ég vil bara koma með þessa pælingu til þín að einmitt þegar svona hristir í stofunum að þá einmitt fólk ekki að leita í Bitcoin, það ekki að líta á það sem safe haven, en sumir segja ef allt hins vegar færi sko virkilega down the gutter að þá myndi fólk leita í Bitcoin eða fattu hvað að fara, af því að þú veist meðan hristir í stofunum en það eru samt enn fyrir hendi
þú veist, þá treysti fólk enn á það en einhver veginn, þetta var nú bara svona út úr pæling. En að því sko, þú spurði hvort að Bitcoin sem slík væri brotbætt eign. Ég hugsi ég sé ekki að fara með fleipur því ég segi það engin eign sem slík brotbætt. Strategían sem hún notar til fjárfestingar brotbætt. Ég skil. Og Bitcoin getur verið algjör kjölfesta í þeirri strategíu og ég hugsa að þú veist, það er gífurlega sko álitleg eign að vera með í eignasafni sem jafnvel svolítið sveiflukend vegna þess að þá getur leikir að því að reyna að fá eins mikið uppside af því og hægt er. Það er eflust vitrari menn en ég sem hlusta á þetta podcast sem vita hvernig er betur að haga fjárfestingum kringu Bitcoin en ég myndi ímynda mér að ef maður ætla að nota þetta barbell strategy að það sem hún myndi vilja gera með einhverjum ráðum er að þú veist takmarka tap þitt þegar Bitcoin tekur dífu en njóta svo gífulegs ábata því þegar það fer upp á við og það er eflaust einhverju svona afleiðu viðskipti og svo getur bara einhver hluti af því líka verið bara hrein eign í sjálfri rafmyntinni sko og ég hugsa að jafnvel talað myndi bara mæla með því að þú veist, ef þú setur það er náttúrulega eitt eða bara einhver retail fjárfesti þar annað eða einhver sjóðir myndu kannski bara setja 0,1% af eigum sínum í Bitcoin bara þess að fá eitthvað svona smá juicy upside-ið ef þú ert einhver retail fjárfesti þá er það örugglega ekkert peningur til þess að pæli það er einhverju 100 kallar sko þannig að þú veist þá eru kannski þú kannski með einfaldara eignasafn og ert aðeins meira aggressífur og aðeins meira exposed á sko minni enda barbellsins en þú veist eins og ég hef sagt áður, ef ég hefði fjárráð til, þá væri ég 100% að nota Bitcoin sem hluta mínu eignasafni en það myndi tilheyra ótryggu eignunum en ekki tryggu eignunum. Magnús, það var svartur svanur Black Swan event sem raungerist hérna í stúdíónu. Heldur betur. Og einmitt augljós eftir á að harðidiskurinn hann kláraðist en þessar aðstæður eru greinilega mjög brotbættar því að já, við erum brotbætt menn því að ekki bara sko var með þess að Yngvi tæknumann okkar í frí eldur kemur hérna svakalegur maður til að hérna maður í mannstað Frosti Lóðarsson og Shanghai þessu aftur þannig að nú erum við að taka þetta upp og við þú varst að tala hérna við vorum komnir í síðustu bókina sem við ætlum að fjalla Skin in the Game Hell yeah. og að þetta sko að hérna má ekki líka segja eins og ég túlka þetta líka er að þú veist ok, ég er að tala, ég er hérna með kryptóhlaðvarp skiluru, mér finnst það skrítið ef ég væri ekki sjálfur að fjárfesta í Bitcoin og kryptó og ég fekk einu mjög góða spurningu á einum fyrirlestri sem ég held á vegum Akademis eða eitthvað líka að hérna, þá kom einu mjög góð spurning og sagði sko ok, ég var aðeins hlusta hérna á hérna hlaðvarpið og svo var annar maður með mér sem hefur líka reynslu af því að fjalla Bitcoin sérstaklega og kryptó á opinberu vettvangi hann sagði, þú veist, og ég hlusta á okkur báða og bara allt gott og blessa með það en þú veist, það er mjög auðvitað að þeir eru báðir mjög heavily invested persónulega. Væri ekki flott að fá talsmann fyrir Bitcoin sem væri ekki af fjárfesti. Mér finnst það mjög góð spurning en ég svara hann bara hannig, þú veist, auðvitað má að skipta skoðunar sem mín skoðun er bara svo. Ég myndi ekki einhvern veginn kaupa málflutningin hjá okkurum sem var að segja bara, heyrðu, ég trú að þetta sé að fara að breyta heiminum og þetta sé, en ég ætla ekki að setja krónu í þetta sjálfur, sko, eða skilur þið getur gert það, ég er ekki að fara að gera það, algjörlega, fattur hvað er að fara þannig að þú veist, skilur, og ég finna alveg, þú veist, að hérna, þú veist, maður þekkir maður eru kynst náttúrulega bara sko, fólki í gegnum störf mín, sko, fólk sem er svona já, bara mjög heavily invested í Bitcoin og eins náttúrulega bara vinnumann sem margir hverju eru konum mjög djúpt í þetta og þú veist, ég þráttur að mér finnst það frekar ömulegt þegar sparnaður minn og fjárfestingar eru að lækka 50% pluss við svona aðstæður
mér finnst erfiðar að feysa vini mína sem væri í þessu og ég eitthvað einn svona starfandi á fyrirtæki og annað og með hlaðvarp og svo bara, nei, já, ég finn ekkert fyrir þessu sko. ég sett aldrei krón í þetta þú fattar hvað er að fara já Veist, bara skin in the game eða leður í leiknum eins og ég vil að sé útfært á íslensku það byggir bara á þessu sem þú ert að lýsa að þeir sem njóta ágóðans eiga líka að bera kostnaðinn og þetta á sér skýrskotun í það að á ýmsum sviðum þá erum við með kerfi og stofnanir og einstaklinga sem velta áhættu af sinni ákvarðanatöku, sínum ákvörðunum yfir á aðra. Fræga dæmi náttúrulega bara þegar bankamennirnir í Bandaríkjunum voru beilaðir út af ríkisvaldinu og bæði náttúrulega skapar þetta mjög annarlega hvata, þetta skapar svona ákveðin umboðsvanda sem að þú getur bara roleplayað einhvern glæfra fjárfesti og svo tekur bara einhver annar greiðsluseðilinn sko. En líka það sem Taleb bendir á er að áhætta er í raun og veru ómælanleg. Þetta er ekki eins og kasínóið þar sem þú veist að það eru svona miklu líkur á því að þú náir straight flush eða það eru svona miklu líkur að þú lendir á þessum stað á rúllettunni. Heimurinn er ekki þannig. Heimurinn er ekki bara eitthvað tenningakast. Það er miklu flóknar en það og þess vegna er miklu heilbrigðara að þeir sem að taka áhættu og njóta góðs af henni stundum til skamstíma og stundum til langstíma að þá beri þeir kostnaðinn. Við vorum líka að tala um þetta barbell strategy og einn punktur sem að mér langa að minnast á þar er að ég var að segja að við myndum klálega að hafa Bitcoin í okkar eignasafni, kannski sikkurum megin á lóðastönginni en engu síður þá held ég að sé góð eign til þess að hafa að sko það sem tengist þessi hugmynd tengist að þú getur ekki metið áhættu, þú getur ekki reikna át áhættuna en þú getur eins og að vitað hvort einhvað sé innan gæsalappa örugt eða jafnvel fullkomlega örugt eða hvort eitthvað sé mjög áhættu samt það getur við vitað sem þýðir þá að í þessu barbell strategy hugmyndafræði með tillit til fjárfestingar er að þú vilt aldrei fara í fjárfestingu sem að hefur einhverja meðal áhættu. Þú vilt bara vera með brjálaðslega örugar eignir og svo eignir sem að ekki eru brjálaðslega áhættu samar, heldur helst low downside og opið potential upside, skilurðu. Og það eru önnur hugtök sem hann ber á borð í Skin in the Game sem er svona áhugavert að velta fyrir sér. Þar talar hann mikið um sko minority rule sem við tölum um hérna fyrir að þú veist, ástæðan fyrir því að minnihluti nær ofta ráða ríkjum er svo að sá minnihluti hefur skin in the game en almenningur er bara svona, þeim er alveg sama hvor valmöguleikin það er og þannig er þetta knýja gegn lagasetningu já. Mér langar sko að því að ég held að þannig að hafa alveg verið að svara svona spurningur sem ég vildi koma með síðast hvernig Bitcoin rýmar við þetta koncept allt og ég er alveg sammálað, þú veist, eins og ég hef ekki lesið þessar bækur en nú er ég búin að hlusta á þau talum og ég hef búin að kynna mér svona summaries úr þeim að mér finnst þessi koncept rýma vel við Bitcoin en af því að þú talar um að þú vildir ekki leggja Taleb sjálfum orði í munn þá vil ég aldrei svo vant enda þetta hlaðvarp örugglega í fyrsta skipti sem ég hef endað þetta hlaðvarp á svona neikvæðum orðum en bara svo að við höldum hérna ef hann skildi vera að hlusta Taleb hérna sko hann byrjar einmitt að vera mjög jákvæður gaman Bitcoin þannig að eins og við tölum 2018 skrifa hann formúlun í Bitcoin standard og talar um þetta sem eins konar tryggingu gegn og miklu ríkisvaldi
2001 gerist eitthvað hjá honum að hann skrifar þessa grein sem heitir með Bitcoin Currencies and Fragility og þetta séu 5 niðurstöður, ég tek þetta frá GPT og fyrir ekki lengri síðan en ári síðan þá hefði ég ekki treyst GPT til að núna bara með 5.6 þetta orðið svo allt annað. Þetta allt annað leikur. Allt annað leikur og hallucinator ekki svona eldur en allavega það voru þessar 5 niðurstöður. Þú ert líka betri að prompta sko, það lélur að prompta og getur þetta alveg hallucinator sko. Það er þetta, Bitcoin sé hvorki raunveruleg gjaldmiðl né traust verðmætageymsla. Sé ekki áræðanleg verðbólguvörn, verji ekki gegn kerfishruni eða ríkisóríki, sé ekki antifragile eign, heldur ákaflega viðkvæm eign gegn gagnvart spákaupmennsku viðskiptum og hafi samkvæmt verðmatsrökum hans vænt virði eða vænt gildi sem sé ekki hærra en 0. Þannig að hann einhvern veginn en svona með hvernig þú lýsir honum þá finnst mér ekkit útilokað að þarna í þessa grein sem oft nú ekki lagður alveg sami metnar og í sko bækur að þá sé ekki óhugsandi að eitthvað persónulegt hafi gerst eins og þú segir sko að þessi bitcoinerar sem ég skil mjög vel því að þeir margir hverjir stuða mig mjög mikið og ég reyni, ég augljóslega bitcoiner, ég lít þannig á mig skilur en ég það samt label sem ég mjög eitthvað veginn varkár gagvart af því að margir hverjir sem ég þekki sem eitthvað mjög svona public bitcoinerar eru mér ekki að skapi sko. En líka sko, þú veist, burt sér frá hans afstöðu til tiltekina eigna ég meina, ég veit ekkert hvort að Taleb myndi snerta SpaceX eða Tesla eða jafnvel hlutabréf eins og Amazon og Microsoft og Google menn verða líka bara að standa á einhverjum hól og ákveða bara, þú veist, þetta mín sín og þetta mitt bet og þetta það sem ég treyst og trúi á það sem ég myndi segja mikið frekar í staðis að horfa á afstöðans til tiltekina eigna að skoða frekar aðferðafræðina ok, þú ætlar að fjárfesta í Bitcoin það mjög auðvelt að bara gera einhvern svona bara quick lista yfir hvað myndi þurfa að gerast til þess að væri bara svona ákveðin tilvistar vandi fyrir Bitcoin Já, eitt af því væri bara við leysum held ég bara eitt af þessum millennial prices í starffræði og tölvur geta þá allt í einu bara farið að leysa bara trivially mjög flókin vandamál og þá bara þetta að leysa dulkóðun og þá bara all bets are off fyrir Bitcoin. Það er til dæmis mögulega einhver heimsendir fyrir Bitcoin ef ég skil þetta allt rétt. Já, hvaða fyrirtæki að vinna í því að búa til tæknina eða að reyna að leysa þessi starffræðilegu púsluspil sem mögulega munu vinda ofan að Bitcoin. Ég las núna daginn að það verið að nota einhver sérhæfð starffræðileg gervigrindamódel til þess að leysa bara dýpstu ráðgátur starffræðinnar í dag og það hefur orðið eitthvað áleiðis í því fyrir suma þessum vandamálum. Ef ég væri bara hardcore bitcoinari þá myndi ég hedga mig gegn því að heimsmynd mín myndi hrynja og fjárfesta í einhverjum af þessum félögum og fá þá eitthvað uppsett af því skiluru. Já, einmitt. Þannig að þú veist, það mikið frekar þannig sem hægt að líta á það ef þú telur að einhver ákveðin gjaldmiðl eða ákveðin eign eða gull eða eitthvað annað sé líka einhver ógn við tilvist bitcoin þá getur þú stundað einhver aflöfuðiðskipti með þessar eignir ég held að samt erfið að við að hetsa í tilvíkjum sem þessu að ok, ef þú veðjar á að Spán myndi vinna HM í upphæðu móts og það kom í úrslitaleikin þá er auðvitað að hetsa, þú getur bara sett á Argentína að vinna HM en ef þeir eru 32 úrslitum þá er frekar vonlaust að hetsa það sko, skiluru og það gæti verið að við séum þú nefnir hana eitt scenario en þú veist, kannski eru þau fleiri kannski eru þau 10, kannski eru þau 15 eru þau fleiri, og þá er vandinn sko alltaf að hetsa fyrir hverju einu og þá ertu
En þetta er svona djúpar tæknilega pælingar. Algjörlega, en þú veist, það er líka ofta að einfalda þetta og þú getur líka bara, þú getur keypt í ákveðnum sjóðum sem þú veist, og þetta þarf nú ekki að vera svona nákvæm vísindi, þú getur bara verið með eitthvað svona theoretical hedging sem bara þú telur að væri gott að eiga vegna þess að þetta svið gæti bara verið staði í einhverjum skilningi andspænis krypto. Einmitt. Þannig að ég held að maður getur alveg einfalda sér lífið og tekið vitran ákvæðan út frá því, sko. Ekki spurning, ég held allavega að ég og hlustendur séu sko miklu upplýstar hver Nassim Taleb og innihald þessar ritverka. Ég ætla að segja að þú mátt hneykslast á mér ef þú hittir mig eftir einhverja mánuð og ég verð ekki búin að lesa minnstakosti eina af þessum bókum. Ég bara segi það. Ég bara les eina í sumar. Ég heyra það, mér finnst að maður verða að lesa þetta. Fooled by Randomness sem er fyrsta bókin er mjög bara auðveldur og náttúrulegu starter. Ég ætla bara að byrja á henni. Ég mæli með því. Og að því sögðu Magnús Karl Ásmundsson og þakka þér kærlega fyrir stórskemmtilegt spjall. Thank you, sir. Og ég þakka ykkur kæru hlustendur fyrir hlustununa og fyrir áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni. Þangað til næst, verið sæl.